Bang! Já, komið sæl. Hitinn hefur verið að skríða upp við hjá okkur undanfarna daga og hámarkshiti dagsins hann var rúm 19 stig og mældist í Fnjóskadalnum fyrir norðan. Það gerði reyndar vægt næturfrost á Þingvöllum síðastliðna nótt en nú hljótum við að fara að sjá fram á daga þar sem að við verðum laus við næturfrostið. Við sjáum annars hitasviði hér og við erum með hæðamiði hér rétt suður á landi og þetta kerfið svo sem ekki að hreyfast mikið og það er engin úrkoma í þessu ástandi. Það verður bara áfram tiltölulega létt skýjað hjá okkur og kemur það náttúrulega vel fram á fyrsta kortinu á fyrir suðvesturhorninu á morgun. Bjart veður að minnstakosti inn til landsins og það er ákveðin hætta á því að það geti gert þoku og þá sérstaklega hér úti við Faxaflóan á morgun. Og ef að þokan kemur inn að þá dettur hitastigið strax niður í 8 til 10 stig. Þá er svona sjávarhitinn farin að ráða ríkjum. En við sjáum annars á hitatölunum að það er hlýtt inn til landsins og við sjáum væntanlega hita fara í 20 stig á Suðurlandi á morgun. En út við ströndina er þetta svona öllu jöfnu 10 til 15 stig. Og má einnig segja að það sé einnig léttskýjað á norðausturhorninu að mestu leyti vissulega hætta á þoku úti við norðurströndina og geta slæðst inn þokubakkar inn á Breiðafjörðinn einnig. En hvað varðar hitafarið þá er þetta svona almennt séð 10 til 15 stig en þar sem þokan lætur á sig kræla þá er viðbúið að hitinn detti niður fyrir niður í einstafa tölu. En hæglætis veður og ágætis veður svona heilt á litið. Og samáðurinni við þá norðausturhornið. Þar verður léttskýjað að mest og hitinn getur farið í 20 stig inn til landsins seinni part dags á morgun. En líkt og með raunni vestanvert landið og Norðurland vestra þá er hætt við þoku úti við norðurströndina. Og 10 til 15 stig hiti almennt séð úti við ströndina en fer þá fljótt í 8 til 10 stig ef þokan er inn. Og á Suðausturlandinu þá er eins og við sjáum hér sólríkt svona að mestu leyti og það kannski síður að sé eitthvað þokuhætta í þessum landsfjórðungi. Hámarkshiti væntanlega 16-17 stig þá á svæðinu nærri Kirkjubæjarklaustri en þegar austar dregur þá verður hiti svona 10 til 12-13 stig. En lítum þá á framhaldið næstu daga og hér er þá miðvikudagurinn og við sjáum að það er svona vestlæg eða breytileg átt í þessu hjá okkur og hér vestanlands þá heldur vestanáttin að okkur náttúrulega hafrænu lofti sem að getur stjórnað hitafarinu hjá okkur til að mynda á höfuðborgarsvæðinu og við Breiðafjörð. Væntanlega ekki mikið meira en 12 til 14 stigi hiti þar og svo er spurning hvort það komið þokubakkar inn líkt og á morgun. En á Suðurlandi þá er að sjá að það verði bæði sólríkt og hitinn getur farið vel yfir 20 stigin, svona 23 til 25 stig. Hvað var það Norðurland og Austurland? Sólríkt að mestu leyti en það mun þykna upp hér á norðausturhorninu á miðvikudagskvöld. Það kemur þó úrkomubakki samkvæmt spám inn á norðausturhornið þó ekki með mikla úrkomu með sér. Og sjáum að það er svona 18 til 16 stiga hámarkshiti þar. Og á fimmtudag þá er að verða meira afgerandi norðaustlæg átt á landinu og því verður skýjað mestu leyti austanvert landið og getur ringt eitthvað norðan Vatnajökuls en bjartar yfir á vesturhelmingnum. Hlýjast þennan daginn sennilega á Suðurlandi þar sem hitinn geti farið yfir 20 stigin og svona róleita veður, ekki mikill vindur í þessu. Og á föstudaginn þá sjáum við að það er svona komið norðaustan strekkingur hér með suðausturströndinni sem og úti við norðurströndina en bjart veður víðast hvar vestanvert landið en mun fara að rigna hér austanlands þegar líður á föstudaginn og ekki að sjá að þessi verið mikil úrkomi í þessu en þetta band með færa sig síðan vesturinn yfir landið. En lítum þá örsnögt yfir til Evrópu og
Við sjáum að það svona svipaðar hitatölur á ferð víða í Skandinavíu og á Bretlandseyjum ef eitthvað er lægri en svona lægðasvæði yfir álfunni og óstöðugt veður í vesturhlutanum en ágætisveður þó hér í austurhlutanum, sólríkt og hitinn nærri 30 stigum. En við látum svo lokið að veðri í dag. Verið sæl.